Komið sæl og takk fyrir að bjóða mér að tala við ykkur golf og skipulagsmál. Ég heiti Silja Traustadóttir og ég arkitekt og líklega ein af fáum starfsmönnum Eflu sem hefur aldrei snert á golfkylfu. En ég ætla að láta það vinna með mér því ég ætla að taka gestsauga á golfi hér í dag og það skemmtilegt að það margt sem hefur komið fram hérna á undan sem ég mun örugglega spegla sem utanaðkomandi. Ég ólst upp við hliðina á golfvelli í þá daga sem var ennþá gaddavir í kringum völlinn og óviðkomandi voru ekkert sérstaklega vel séðir. En í dag finnum maður mjög sterkt fyrir því að öldin önnur og það eru allir velkomnir á golfvellinn. Ég bý í dag við hliðina á öðrum völli eða í nágrenni hans og ég þar mjög tíður gestur þó svo ég spila aldrei golf. Golfið hefur nefnilega breyst úr því að vera íþróttfárra yfir í að vera fjöldahreyfing og golfið frábært dæmi íþrótt sem hægt að stunda út lífið og það aðdánavert fyrir fólk eins og mig að fylgjast með fjölskyldum sem að detta saman í golfið og unglingum sem að vilja eyða heilu helgunum með foreldrum sínum. Og samaskap sorglegt að heyra þá að því að slíkar fjölskyldur þær geta þurft að bíða í alltaf 6 ár eftir að komast að hjá næsta golfklúbbi. Golf nefnilega landfrek íþrótt og þess vegna völlunum yfirleitt komið fyrir á útjaðri byggðarinnar. En byggðin óx og fyrstu vellinir í Reykjavík þeir voru látnir víkja fyrir byggð. Og þegar að GR fekk land í Grafarholti 1960 þá þótti það vera á mörkum hins byggilega heims. En svo sjáum við í dag að nú blómleg byggð þarna í kring og gróður og þetta yndislegur staður. Það eru sveitarfélögin sem að fara með skipulagsvaldið og myndirnar þarna neðan, þær eru úr aðalskipulegum tveggja sveitarfélaga og það sem við sjáum á þeim, það eru 2 golfvellir en allt í einu eru kominir fjólubláir fletir yfir þessa velli. Og fjólublái liturinn á aðalskipulagi íbúðabyggð og það þýðir það að þessir vellir, þeir hafa í raun og veru mist sinn skipulega tilverurétt og eru á útleið því að þarna á að byggja íbúðir. Í sumar varð uppi fótur og fit hjá kylfingum þegar formaður leigjendasamtakanna kynnti hugmyndir að leysa lóðavanda höfuðborgarsvæðisins með því að taka bara golfvellina undir íbúðabyggingar. Slíkar hugmyndir, þær eru hvorki nýjar á nálinni né bundnar við golfið. Það sótt af fleiri völlum, og hér sáum við dæmi fleiri stór svæði sem eru í umbreytingarferli. Íþróttafélagið Fram, það flutt í Úlfarsárdalinn og einmitt þar sem við sjáum fjólubláa flötinn þar á vellinum, þar á að byggja íbúðir. Saman með KR, það búið að samþykkja deiliskipulag þar sem á að byggja fjöldan allana íbúðum í kring og Valur hefur verið að breyta sínu landi í íbúðasvæði. Það nú samt einna skemmtilegast að stærsti völlur höfuðborgarsvæðisins, Reykjavíkurflugvöllur, hann líka löngu farin út af skipulagi og það sem við sjáum þarna í fjólubláum og gulum litum þýðir það á aðalskipulagi þá stefna sveitarfélagsins að byggja þarna upp miðsvæði og íbúðir. Hugmyndir þéttinguna, þær einskorðast náttúrulega heldur ekki við velli. Í Reykjavík hefur landfrekri iðnaðar og athafnastarfsemi verið vikið út á jaðarinn og ýmis þjónusta í bland við íbúðir mun koma í staðinn. Byggð sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu, hún nú bara orðin mikið til samfellt frá Hafnarfirði upp í Kjós, Seltjarnarnesi upp í Mosfellsbæ. Það vert að benda ykkur sérstaklega á næstu árum þá eru 2 stór ný hverfi áætluð í nálægð við stærstu golfvelli Reykjavíkur og Mosfellsbæjar. Það Blikastaðalandið með íbúða og þjónustubyggð og svo Keldnalandið sem verður þétt íbúðabyggð með að lágmarki 10.000 íbúum. Að því sögðu, þá auðvitað rétt að skoða aðeins tölfræðina á bak við golfíþróttina dálítið betur. Og við sjáum á efri töflunni að Ísland stendur mjög vel þegar að kemur að fjölda golfvalla í okkar fámenna landi. Að hér eru einungis 6.000 íbúar hvern golfvöll á meðan að til dæmis í Danmörku eru 30.000 íbúar. Hlutfall skráðra kylfinga að mannfjölda einnig hæst á Íslandi í allri Evrópu og það kom manneskinn svo mér mjög á óvart.
Á síðustu árum hefur fjölgun golfiðkenda verið langt umfram fólksfjölgun. Á COVID-árunum sérstaklega fjölgaði kylfingum á höfuðborgarsvæðinu mikið, en við sjáum á neðri töflunni að frá 2020 hefur fjölgun kylfinga utan höfuðborgarsvæðisins verið meiri en innan þess. Og það er einnig mjög áhugaverð staðreynd að hlutfall kylfinga af íbúafjölda er hæst á Suðurlandi, 12%. Þá er vert að horfa til framtíðar og skoða mannfjöldaspá fyrir höfuðborgarsvæðið og bera saman áfram golfsambandsins 2% árlega fjölgun kylfinga. Þessar mundir eru íbúar höfuðborgarsvæðisins 250.000 en gætu orðið 280 eða alltaf 300.000 árið 2040. Og þá geti fjöldi skráðra kylfinga á höfuðborgarsvæðinu verið komin yfir 20.000 manns. Og það er auðvitað gleðiefni, en ég þykist nokkuð viss að einhverjir hér í salnum þeir hafa þá af því áhyggjur að golfvellir höfuðborgarsvæðisins muni hreinlega ekki anna þeim fjölda. Ég myndist á aðalskipulagsuppdrætti sveitarfélagana og ef við horfum rýnum betur í þá sést að það er búið að taka frá land fyrir 3 nýja velli. Það eru 2 sem koma í stað þeirra valla sem ég var að tala áðan að þyrftu að víkja. Og svo er 3. völlurinn áætlaður á landi Reykjavíkur við Esjurætur. En ef áætlunin er að tryggja áfram jafn góða aðstöðu og á golfvöllum höfuðborgarsvæðisins, þá þarf auðvitað að leita að fleiri stöðum samhliða fólksfjölgun. Sveitarfélögin fara með skipulagsvaldið, jafnvel þótt að land sé einkaeigu. Þetta er svona loftmynd sem að sýnir yfirlit yfir það hvar vellirnir eru í dag. Appelsínurauðu vellirnir þeir sem eru og verða, fjólubláu vellirnir sem eru útleið og það eru einmitt sjáum við 2 svæði búið að taka frá í stað þeirra og svo þessi nýju reitur upp við Esju. Það er nær útilokað að það er eftir að finnast svæði fyrir golfvelli í fullri stærð í þéttbýlinu. Það þarf að leita út fyrir í upplandið eða rifja upp gamlar hugmyndir golfvöll á eyjunum í Reykjavík. Þá er líka vert að minnast á að samtök sveitarfélagana þau standa sameiginlega að svæðisskipulagi þar sem er sett fram sameiginleg stefna ýmis skipulagsmál svo sem byggðaþróun, samgöngur, útivist og íþróttir. Og þessi mynd sýnir græna trefilinn sem er útivistarsvæði höfuðborgarsvæðina og þar færi auðvitað vel á því að fjölga golfsvæðum í tengslum við uppbyggingu til dæmis þessa græna stígs sem er stefnt að núna og það er einmitt líka skemmtilegt að blái stígurinn, strandstígurinn, hann fer líka fram hjá þó nokkrum núverandi golfvöllum. Það þarf að undirbúa sig vel fyrir samtalið fleiri golfvelli. Og það eru nokkur atriði sem vega þungt. Það hefur auðvitað verið sýnt fram á jákvæð áhrif golfs á heilsuna í erlendum rannsóknum og væri mjög áhugavert ef það yrði einhvern tímann gerðar sambærilegar rannsóknir á Íslandi. En svo verð ég að segja að, og þá spegla ég einmitt erindin áðan, að það kom mér ótrúlega vel á óvart hversu margir golfvellir hér eru komnir með umhverfisvottun og hvað þetta er flott og metnaðarfullt sjálfbærni starf sem er í gangi hjá golfhreyfingunni. Hvernig er unnið út frá heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og þessar mælanlegu áætlanir sem að Hulda talaði áðan. Haldið áfram á þessari vegferð, fáið alla klúbban og velli með og einmitt haldið almenningi og yfirvöldum vel upplýstum vegferðina. Ég sýndi myndir af Gaddavír frá síðustu öld hér í upphafi, en í dag eru golfvellinir opnir, fjölgi notendum golfvallana og setji upp teljar á stígunum til að fylgjast með umferð. Noti golfskálana betur sem áfangastað í fjölbreytt félagsstarf, kennslustarf eða jafnvel til að selja nauðsynjavöru eins og út á Álftanesi þar sem er langt út í búð. Lykilatriði í því að fjölga velunurum golfsins er að bæta merkingar á stígum við golfvelli. Hjartanlega velkomin á golfvellin gæti staðið á fyrsta skilti og svo væri frábært að hafa einfaldar merkingar hvaða stígar eru ætlaðir kylfingum og hverjir eru opnir almenningi. Við sem spilum ekki golf, við viljum nefnilega svo gjarnan fá að njóta fegurðar golfvallana með ykkur án þess að lenda óvartinn á flöt. Land er takmörkuð auðlind og samkeppnin land mun bara harðna.
Skoða þarf hvort núverandi vellir geta tekið við fleiri kylfingum og hvort ólíkar áherslur geta verið á milli valla, ljúflingar, lengra komnir keppnisfólk, verið skapandi, hugmyndarík og útsjónarsöm í leit að nýjum landsvæðum fyrir velli framtíðarinnar. Til dæmis hægt að innleiða örvelli fyrir byrjendur og eldri borgara á útivistarsvæðum í borginni. Skoðið möguleg samlegðaráhrif við aðra starfsemi. Hægt að vera innan landgræðslu, skógrækt eða jafnvel orkumannvirki. Eftirspurnin eftir landi mun aukast á næstu áratugum samfara fólksfjölgun. Hugmyndin að nýta golfvelli sem byggingaland, hún á eftir að skjóta upp kollinum aftur og aftur. Á sama tíma hægt að fullyrða eftir því sem að byggðin þéttist eiga grænu lungu byggðarinnar sem golfvellinir vissulega eru eftir að gegna mikilvægara hlutverki. Með því að halda áfram því góða starfi sem unnið í golfhreyfingunni, upplýsa almenning betur það og fjölga notendum og vel unnurum golfvallana getið þið horft björtum augum til framtíðar. Takk fyrir.